Komiði öll sömul sæl og blessuð og hjartanlega velkomin í 11. þátt Einingarinnar. Jón Ragnar heiti ég og við hlið mér situr Hrafnkatla, gaman að sjá ykkur aftur. alveg dásamlegt. Við ætlum að ræða gegnumbrotið sem að mínu mati eða okkar mati svona stærsta og áhrifamesta upplifunin sem að maður fær bara á þessu andlega ferðalagi. Sko, í mínum huga er ekki mikill munur á gegnumbrotinu og því sem að við köllum Dark Night of the Soul. Hvað segir þú, Hrafnkatla, Sko, með þá kenningu? ég er alveg sammála því hjá þér. Þetta er nákvæmlega sama fyrir mér. Já. Að það sem ég hef upplifað, að það er engin munur. Nei. Og það er sko, ég hef haft gaman af þessu heiti Dark Night of the Soul, það er mjög lýsandi. Já. Og svo gaman að vera með þetta orð gegnumbrotið. Já. Það er mjög lýsandi líka. Já, það er það nefnilega. Við erum að brjótast í gegn. Já. Í gegnum óttann. Já, í gegnum getum við sagt Dark Night of the Soul. Sko, Já. af því að sko, þetta ferðalag sem að við bæði þekkjum mjög vel, þetta er svo stórbrotið og magnað og það er svo ofboðslega mikið sem að gerist að það má vel að segja að það sé ekki hægt að lýsa þeim með orðum með því að nota tvö svona lýsandi hugtök, sem sagt Dark Night of the Soul og gegnumbrotið, að þá svona náum við aðeins betur utanum Algjörlega. þetta. Algjörlega. Sko, og nú sitjum við hérna með lýsandi bakgrunn og hérna er brú og göngin inn í ljósið og Hrafnkatla, þegar við vorum að ræða gegnumbrotið að þá komstu með alveg stórkostlega lýsingu sem að bara neldi mig og mér langar til að biðja þig að deila henni með hlustendum á áhorfendum. Já, með ánægju. Já, hún er alveg stórkostleg. Sko, það er þetta sem að gerist þegar við byrjum að opnast andlega, að þá er það mjög óvænt. Já. Það er raunverulega, það er ekkert eitthvað sem að segja þér eftir 2 vikur, þú veist, dæmi. Nei, þú veist ekki neitt. Já, akkurat, já. Óvænt og ósjálfrátt. Og þá er svona það sem að ég kalla svona innlit inn í gáttina. Já. Og þá er það svona innlit inn í, við getum sagt allt sem er. Já. Og þar er öll flóran. Þegar við erum að líta inn, þá er allt þetta sem að umlyka okkur á jákvæðan hátt, kærleikurinn og einingin. Á sama tíma ertu að sjá allt þetta sem við köllum neikvætt. Það þú ferð að skynja og sjá að það sem að þér hefur verið þér hefur verið unnið megin í fyrir lífu og einnig það sem að þú hefur unnið öðru megin og þetta flæðir allt þarna til þín og þú sérð og við hlaupum undantekningarlaust svona bara nánast alltaf þarna allavega í fyrstu innlitum í gáttina þá hlaupum mjög hratt tilbaka það er bara spretthlaup þá sést eftir brúnni aftur tilbaka þangað það sem raunverulega við sitjum núna Akkurat. Og svo er þetta svona sko þetta lætur okkur aldrei í friði og þetta fyrsta innlit að það verður til svona hvati til þess að þetta er bæði byrjun á þessu ferðalagi og svo verður það til þess að við höldum allt áfram sama hversu langa tíma það tekur sama þó við tökum okkur smá pásur og svona aðeins hvílum okkur það sem er svo erfitt sko að við viljum alltaf kíkja af því að þarna þú veist ástæðan fyrir við gleymum aldrei þessu innliti að við fundum og sáum allt þetta góða við fundum fyrir einingunni þessari miklu skilyrðislausu ást og kærleika og svo kíkjum við aftur og við snertum á þessu sem ég var að lýsa öllu þessu sem við köllum jákvætt en við sjáum að sama skapi
alveg jafnt af öllu þessu neikvæða, hinum pólnum. Og þá erum við bara svona, ok, þetta er pínu myndlíking, en samt ekki, þá reynum við að halda augunum opnum og sjá og horfa, en við getum það ekki. Sársaukinn svo mikill, við getum ekki hort og við bara lokum og snúum við hlaupið tilbaka og spretthlaupi, alveg. Þetta það sem svo erfitt, því þarna erum við að reyna að ná því sem tilgangurinn hjá okkur með því að koma hérna til jarðar, fara úr andlega heiminum, koma hérna á jarðneska sviðið, að það þessi samruni að ná að brjótast í gegn, horfa í óttann og myrkrið á þess að hika, sjá þetta allt. Og við ætlum að tala tilgangur með að gera þessa umfjöllunina þá, að hvernig við náum að horfa, halda dampið þarna og þar að leiðandi brjótast í gegn. Þegar við erum að brjótast í gegn, raunverulega getur sagt, við erum að brjótast í gegnum það sem við settum yfir okkur áður og þegar við komum inn í jarðlífið. Hulurnar. Af því að þú veist, ef við værum ekki með hulurnar og heilinn kemur þarna inni líka, við getum ekki verið án hans í jarðlífinu, að þá væri þetta ekkert mál. Akkúrat. En af því við partur okkur jarðneskur, þess vegna þetta svo mikið mál, brjótast þarna aftur í gegn. Alveg rétt, Og svo getur margir hugsað núna, hvað erum við að pæla? Þú veist, koma hérna, þú veist, af hverju vorum við ekki bara andlega í heiminum? Af hverju vorum við að koma hérna og reyna að ná þessu samruna með þessu jarðneska, þessu líkamlega? Og ætli sú hugsun hafi ekki oft skotið í huga okkar allra sem erum á svona andlegu ferðalagi, að svona, við erum vissulega öll eitt og það sama en erum svona ólík og í ólíkum hlutverkum og sum okkar erum bara andleg, við getum sagt, opinandlega og þá þurfum við að fara þessa vegferð, hún sár og við dettur í hug, Hrafnkatla, þegar þú talaðir heilann, sko, eins og ég upplifði þetta svolítið, að við sjáum það sem gekk á í fyrri lífum, allt þetta hræðilega og reyndar allt þetta stórkostlega líka, en við sjáum bara hvað við höfum raunverulega gert hræðilegt og þó við séum afskaplega góðar manneskjur í þessu lífi, að þá hef ég jafnvel verið hræðilegt illmenni í eitthvað af mínum fyrri lífum, þú líka og við öll, af því að við upplifum öll svona mikla fjölbreytni í gegnum jarðvistirnar og ég fer þarna að ljósinu og ljósið raunverulega bara lýsir allt upp. Við höldum oft, við misskilum oft ljósið, sko, ljósið hvorki gott né vont, ljósið bara lýsir upp, það bara ljós. Og þegar við raunverulega föttum allt þetta hræðilega í fyrri lífum, þá kemur heilaklútið til skjalana vegna þess að þessi skilaboð kom ekki til okkar á neinu tungumáli, getum við ekki talað um ljósmál að það sé það, og heilinn skilur ekki hvað í gangi, fyllist ótta og kemur þá oft með rang hugmyndir af því að hann að reyna að skilja hvað í gangi og getum við ekki sagt að á þessum tímapunkti þegar við erum að byrja að brjótast í gegn, allavega hef ég lent í því og ég veit að þú hefur lent í því líka, að þá upplifum við geðrof. Þá koma alveg svakalega hræðilegar hugsanir og gigantískur ótti. Og kannski að þú svona útskýrir kannski aðeins dýpra fyrir áhorfendum svona geðrof og hvað svona raunverulega. Sko geðrof ofboðslega mikið inngrip inn í líf þessa einstaklinga sem fyrir geðrof. Og svo svo má segja sko að orsökin ástæðan sé einföld, það óttinn sem býr þetta til. Að það sko, þegar þetta kemur svona, þessi opnun kemur yfir okkur svona óvænt.
að þá svona það skiljanlegt að við höfum ekki ákveðin stuðning þar sem að við erum svona frædd hvað að gerast og það svona normaliserað að því þetta ósköp eðlilegt og eins og sagt við okkur að bara það ekkert að óttast að það þegar við förum að sjá þetta allt og þetta flæðir okkur, þetta svo fá holskefli yfir sig, við getum sagt bara þú veist að ef að við stöndum bara ein og vitum ekkert í okkar haus að þá náttúrulega bara yfirtekur óttinn, hann hefur algjörlega yfirhendina og þá það sem gerast og þá erum við að skynja á fullu og sjá og hvað það mismunandi skynjun sem alveg rétt, hún raunveruleg við erum bara að horfa hann inn í gáttina og svo fer heila krútið á stað og býr til alls konar svona flækjur í kringum þetta hann raunverulega sikt að reyna að sikta úr þessu sortera en hann skilur ekki raunverulega hvað að gerast og þá koma alls konar svona skrýtnar hugmyndir með ranghugmyndir og ofsýnir sem rauninni ekki raunverulega þannig að sama tíma erum við að fá alls konar raunverulega skynjanir og svo alls konar ofskynjanir og í svona rosalega rangtúlkun í gangi og það líka því að þegar við förum að sjá svona sterkt inn í gáttina þá sjáum við þegar við förum að sjá allt þetta á fyrri lífunum að þá erum við svona ákveðin flæði við áttum okkur ekki og við sjáum oft eitthvað mjög slæmt og svona það sem aðri gerðu okkur eða við öðrum að við oft áttum okkur ekki og skiljum ekki á milli að þetta sé liðið þá þegar við upplifum þetta svona sterkt og það flæðir svona yfir þá jafnvel eigum við til að upplifa það akkurat þetta sem gerist í dag eitthvað sem að gerist fyrir löngu síðan og það sé verið að þú veist einhver sé að meiða okkur í dag eða við sem að meiða einhvern þú veist þetta verður svo rosalega sterkt akkurat þetta svo rosalega algengt að fólk fái miklar ranghugmyndir og rangskynjanir út af þessu þegar við förum að sjá henni fyrir lífin þú veist að því að bara sem þú veist ef við berum það saman það sem svona svolítið vinsælt í dag og opaslega árangursríkt að fólk fer í svona það sem kalla fyrirlífa heilum á skoðun og fer svona að fara inn í fyrirlíf að þá kemur það líf upp í svona dáleiðslu heilun og dáleiðsla þetta mjög vinsælt núna þá kemur rauninni sálin stýrir þessu vitund hvað þarf að vinna með núna akkurat í samræmi það sem að gerast í lífi þess einstaklings í dag þá kannski verið að fara inn svona bara mjög svona skipulagt verið að fara inn í eitt líf í einu þú veist þannig að við getum borið sama við þegar við förum í svona andlega opnun að þegar þetta flæðir allt yfir okkur bara í einni holskeflu þú veist, munin á þessu þegar að skoða fyrir lífin í svona dáleiðslum, svona skipulagt og sálin þú veist hjálpa til við að bara tökum þetta líf núna, það hentar vel að þarna fáum við allt yfir okkur á einu bretti alveg þetta alveg þetta óbærilega líðan getur verið að vera að fá þetta allt yfir sig svona á saman tíma og trúa þessu öllu þess að gerast núna þú veist það bara þannig óttinn bara heltekur fólk og það svo mikið svona álag sem fylgir þessu að það það sem að bara þess vegna krassar fólk og missir bara algjörlega tökin ég tengi mjög vel við þetta og það rifjast eiginlega upp fyrir mér núna svona ákveðin minning úr ferlinu ég held að ég sé að deila því með þér núna í fyrsta skiptið og hlustendum að þetta var svona eitthvað sem að eða sem sagt þetta svona kemur til mín núna að á tímabili að þá ég búin að segja frá þessu þá fannst mér djöfullin vera að tala til mín og mér dreymdi hann að djöfullin var að segja mér að ég væri bara hans það sem eftir væri og ég væri búin að gera svo hræðilegt og svona og ég var óttaslegin bara mörg ár þessi minning bjó innan með mér það sem að
Ég held að ástæðan hafi verið, nú þetta bara svona kenning hjá mér sem að mér finnst sannfærandi, að þarna hafi komið minning úr fyrir jarðvist, þar sem að ég meitti eitthvað, drap og gerði hræðilegan hlut, svo kemur sektarkenndin núna, kemur minningin og þá það sektarkenndin sem að skapar mynd af Satan af því að við höfum þessa fyrirmyndir úr trúarbrögðum og svoleiðis og þá kemur djöfulli bara til mín í draumi og vöku og bara ofsækir mér að ég muni bara fara til helvítis af því að ég sé búinn að lifa ókristilegu lífi í þessari jarðvist. Þetta eitt dæmi og mér datt í hug að segja að þessar reynslusögur skeikinni eða einhverju fleiri tengdu við þetta, en nú ég alls ekki að tala niður trúarbrögð vegna þess að ástæðan fyrir því að ég varð gagntekinn af trúarbrögðum sem sagt það orsakar það að í dag að þá fæ ég að upplifa miklu meiri þroska þannig að við þurfum á öllu þess að halda og við þurfum að ganga í gegnum þetta allt saman. En svona, mér datt þetta í hug líka því að þú sagði mér einhvern tíma Hrafnkatla að svona mikill meiri hluti ranghugmynda snerust einmitt trúarbrögð. Já, það meiri hluti þeirra svona ranghugmynda kerfa sem fólk fær, það snýrað þá Guði og djöflunum. Já, það algengast. Já. Það auðvitað besta óttastjórnunin, ef við getum sagt sem svo, af því að við erum mjög vanmáttugur gagnvart Guði og djöflunum, eða þessari mynd af Guði og djöflunum sem að fólk hefur komið með. Já, akkurat. Já. Og sko, myndir þú ekki líka segja, Hrafnkatla, að í okkar menningu erum við ekki að hugsa svona þetta andlega. Við erum ofboðslega framarlega í tækni, vísindum og öllu þessu, ég þarf ekki að telja þau, og að mörgu leyti höfum við komist rosalega langt. En varðandi þetta andlega, sko, þar stöndum við ekkert sérstaklega vel. Nei. Hvað myndir þú segja til dæmis að svona, að væri sniðugt að við myndum svona íhuga að gera til að okkur liði, til að þetta ferðalag yrði léttara? Sko, já, það sem kemur fyrst upp að fara sko á námskeið til dæmis. Já. Og fræðast. Já. Og að því að það þetta svona, já, við getum sagt að þessar andlegu opnanir og þetta sem að gerast þarna brúnni, þetta ekki að byrja núna. Nei. Þannig að mannkynið hefur alls kyns tækja tól og þróa með sér aðferðir. Já. Til að gera þetta, gera þetta léttbærara. Það bara, já, ég segi sko við að fara, sko við erum náttúrulega eins og við tölum bara okkar land við erum eins og til vestrænu þjóðfélög, sko, að fara að horfa í þessi austrænu til dæmis, að horfa þangað. Já, margt þú getur alltaf. Já. Til að nota í þessu ferðalagi. Sko. Já, svona, Indverjar hafa verið svolítið framarlega í svona þekkingaröflun á þessu sviði. Og það líka svona, ég segi bara, sko, eins og að hún kom nú inn á í þættinum Kakala okkar Já. Sko, að fara, sko, að iðka þetta andlega frá fyrstu tíð. Já. Af því að, sko, það rosalega mikið að, sko, íþróttum og tónstundum í boði fyrir börn. Að, sko, já, setja það bara, já, vera bara miklu, já, setja kröftur í að setja bara inn þannig að það sé alltaf, sko, alveg eins og við leggjum miklu áherslu að börnin okkar sé í einhverju líkamlegri íþrótt, það sé það alltaf í einhverju svona andlegri iðkun. Já, einmitt. Það svona líka, sko, af því að
við erum nú líka eðlilega alltaf svolítið upptekinn af einingunni, að við erum alltaf að leita að samruna við bræður okkar og systur. Og við sækjum alltaf í að vera elskuð og fá að elska. Já. Og við tölum ekki nógu mikið það, en það svona að breytast. Og getur ekki líka verið nauðsynlegt að nú eru til einstaklingar sem að hafa gengið í gegnum þetta, eins og við erum bæði búin að ganga í gegnum þetta. Já. Bæði ég einn, þú einn og svo saman. Já. Við erum búin að ganga þessa vegferð saman síðustu 4 ár og ég búin að vera með þér í geðru og þú búin að vera með mér í geðru og við höfum haldið í hendina á hvort öðru mikið. Já. Og það akkúrat þetta sem að mér þetta svo gaman að vera hægt að vekja fólk til umhugsunar að hjálpast að, hlusta. Já. Þegar að fólk hrætt á þessari vegferð að þá sé alltaf ykkur sem að tilbúin til að hlusta, þarf ekki að hafa lausnir, bara að vita að það ykkur til staðar vegna þess að það líka það sem maður upplifir og ekki sammála með það að kalla að maður upplifir líka ofta að vera alveg einn. Algjörlega. Það svona nefndi ég námskeiðin. Já. Einmitt bara nákvæmlega inn á það sem þú varst að segja akkurat núna. Já. Af því þá svo líklegt sem þetta hitta fólk sem bara svona svipuðum hugsanagangi á svipaðri leið, þú veist, af því það það sem hjálpaði mér svo mikið, þess að nefni ég þá ertu að kynnast og binda tengingar. Einmitt. Og þá ertu ekki einn, akkurat. Og það svona að finna svona, því það svona, þetta svona bara eins og þú veist, þegar við erum að upplifa margt þó að sé ekki endilega eitthvað andleg opnun rosalega andlegt, bara ýmislegt. Að þá eins og gagnist okkur svo mikið að þú veist, vera með þeim sem upplifa svipað. Já, alltaf. Þá svona skapast mikið samkennd og skilningur, þá getum við skilið hvort annað svo vel í svona hópum, þú veist. Saman hvort það þú veist, hópur þessum svona opnast andlega námskeiðu miðlun, þú veist, þessum allir svona þjálfast í miðlun, bara sem dæmi, eða eitthvað sem ekkert andlegt. Þetta svona alveg bara gegnum gangandi svona hópar. Já. Enda náttúrulega það bara við erum oft að flækja þetta svolítið fyrir okkur. Það sem grunnurinn tengjast. Já. Og þú nefndir Kakulu og þá ég svona til að gæta sanngirni að nefna kaflaopnarann við okkar líka. Hann sagði lík og sæki líkan heim. Og það þýðir að okkur líður best með þeim sem að svona við finnum svona andlega samsvörun með sem að við mætum skilningi hjá. En nú langar við að varpa spurningu. Já. Varðandi gegnumbrotið. Já. Hvernig náum við að halda augum opnum og fara í gegn? Hvað segir þú það? Hver þín reynsla af því? Hvernig náum við að brjótast í gegn? Það að fyrir mér það að finna eininguna. Við ákváðum að finna eininguna með hvort öðru. Þannig náði ég að fara í gegn. Ég lærði aðeins af þér og það sem að ég gerði raunverulega, ef ég á að segja hvað ég gerði, ég setti egóið í handtöskuna og forðaðist ekkert, þú veist. Að ég skrifaði nú nýlega pistil hamingjuna og má segja að hluti að því hafi verið að ég ákvað að vera hamingjan og ákvað að horfa á allt þetta sem að gerist sem nauðsynlegt uppgjör og nauðsynleg, við getum sagt, tækifæri til þroska, nauðsynleg verkfæri til þroska, að það einmitt allt þetta sem að við erum að upplifa. Þú veist, ég
finn óttan, ranghugmyndirnar og allt þetta, en bara eftir að ég ákvað bæði að vera hamingjan og myndaði eininguna með þér og fór að svona fræðast betur og svona að þá gengi í gegnum þetta allt saman án þess að hika. Og það er nefnilega þegar við forðumst erfiða leiðir að þá erum við bara að fresta. Af því að við þurfum að ganga í gegnum þetta. Vil ég klára þetta núna í þessu lífi? Vil ég vera á spiritual bypass í þessari jarðvist? Já, það er allt í lagi, ég hef frjálsan vilja. En meginpunkturinn er að við þurfum að klára þetta og þá er eins gott bara að láta sig hafa það og þetta er ekki eins erfitt og fólk heldur. Þannig að stuttasvarið þá eftir þessum langa formála er að taka á móti öllu sem kemur. Ok, já. Ekki forðast. Nei, einmitt, gott, þetta er mjög gott. Já. En þessi verklega framkvæmd, ef þú getur sagt okkur... Hún krefst mikils undirbúnings, já. Já, nei, þegar þú ert að eiga við óttann. Já. Þessi verklega framkvæmd. Ok, segjum sem svona að þú sért komið þarna, trýtlið þarna yfir brúna, þarna. Standir þarna í gáttina, hún er opin. Já. Ok, hvernig segðu okkur frá því hvernig fórst að því þegar þetta byrjaði alltaf streymi yfir þig? Allt þetta neikvæða, allt þetta sem streymdi þarna. Hvernig komst í gegn? Hvernig áttur við óttann? Hvað gerður þið? Þá má ég að segja, þetta er svolítið áskorun að lýsa þessu en skemmtileg áskorun, að það þurfti náttúrulega svona talsverðan undirbúning sem að hefur á sér stað ómeðvitað miklu lengur heldur en mig grunar. Sem sagt að sem að leiði mig á þann stað sem að ég er allavega komin núna, að ég veit að myrkrið er bara ljós í felum og ekkert annað. Og ég veit alveg að öll þessi vanlíðan og allur þessi sársauki sem að maður upplifir, hann er ekkert hættulegur. Það getur ekkert gerst. Og fyrst og fremst er það fullvissan að ég trú ekki lengur, ég veit. Ég veit að ég er ódauðleg vera eins og við erum öll. Dauðinn er ekki til og það er ekkert sem að getur raunverulega skaðað mig. Þannig að óttinn er raunverulega bara að svona ákveðin innri umbreyting. Af því að þó við erum með þetta fyrir framar okkur þá er þetta það sem er að gerast innan með okkur og að umbreyta myrkri í ljós, að það er að horfast í augu við myrkrið og hvernig gerur það? Það er bara að forðast ekkert sem að ég upplifði innan með mér. Sem sagt að það eru margir eiginleikar sem að ég hef alltaf skammast mín fyrir og viljað fela fyrir öðrum og sjálfum mér. Af því að við búum í svona skilgreiningar heimi. Í dag að þá þekki ég mig nákvæmlega eins og ég er og ég samþykki mig og ég elska mig. Og ég elska bæði það sem að við getum kallað styrkleika og veikleika vegna þess að ég ákveð að koma eins og ég er í þessa jarðvist og verkefni mitt er að elska mig eins og ég er og þakka fyrir alla reynsluna vegna þess að raunverulega ef við tökum atburði við festumst oft í atburðum að þetta var svona, þetta var svona, þetta var svona en skoðum ekki kjarnan sem er raunverulega við getum sagt orkan eða tilfinningarnar áhrifin sem sagt að
það að finna bara tæra orku sem óþægileg, elskana og þá fer mann að líða betur og það að forðast ekkert alveg bara lykilatriði, þú veist að við þekkjum öll óþægilegar hugsanir, þú veist, ég ligg upp í rúmi og að fara að sofa, ég hugsa rosalega mikið áður en ég fer að sofa og það koma oft upp minningar sem að svona minna mig á að ég hef ekki alltaf hagað mér rétt og stundum hef ég hagað mér virkilega illa, sært fólk og ýmislegt og margt svona sem erfitt, að þegar að þessar hugsanir komu upp að þá fann ég bara fyrir skömm, sektarkennd og þetta hélt fyrir mér vöku. Eftir að ég áttaði mig á þessu að sem sagt, já, náði að fyrirgefa mér það sem ég hef gert og fyrirgefa öðrum það sem þeir hafa gert, þá koma upp svona minningar og þær hafa ekki áhrif lengur. Af því að ég gerði þetta í ákveðnum tilgangi, það tilgangum með öllu sem að gerist, þannig að ég sáttur og ég myndi ekki vilja hafa neitt öðruvísi í mínu lífi og þá má segja að geta fundið fullkomna sátt við sjálfan sig. Það gerir þetta alls saman miklu léttbærara af því að við höldum auðvitað áfram að upplifa svona ótta og alls konar tilfinningar en þegar maður búinn að sem sagt horfast í augu við allt myrkrið innan með sér, sættast við það, að þá þetta léttara því að þegar það svona ákveðið rútína, maður veit bara ok, nú eitthvað svakalega mikið í gangi, já, það bara fæst þeir eru svo venjulega, þá ég svona aðeins að fara að þroskast, þannig að þá líður mér rosalega vel þegar ég búinn að ganga í gegnum þetta. En svona, já, í stuttu máli í sko gegnumbrotinu, já. Þú veist, hvernig heilum við myrkrið, aðskilnaðinn? Það með ástinni. Já. Sem sagt að sko, og það tók mér langan tíma. Að sko, elska sjálfan mig raunverulega, þú veist, bara skilyrðislaust. Ég byrjaði á ákveðinni rútínu sem allir þekkja að telja sjálfum mig trú og ég væri svo rosalega fallegur, þú veist. Líta í spegilinn og svo bara eitthvað við þetta, koma að því að þessi sefjun dugði. Mér fannst ég bara fallegur, ok. Og vera ánægður með mig og allt þetta og elska mig og svona. Og þetta svona ákveðið ferðalag. Sko, núna í dag, ég elska mig. Og ég þarf ekki að horfa frá mér í spegilinn og sjá hvað ég fallegur. Ég elska mig skilyrðislaust og það þýðir að ég þarf ekki að vera fallegur til að ég elski mig. Þó ég sé alltaf fallegur. Nei, þið skiljið hvað ég meina. Það þessi hreina og skilyrðislausa ást sem að svo mikil heilun af því að hún okkar innsti kjarni, hún sannleikurinn. Og það að geta bara elskar, þú veist, án þess að setja ykkur skilyrði. Það sem ég elska þarf ekki að vera fallegt, þarf ekki að vera svona, það bara elska. Þannig að ástin raunverulega mesta hjálpin í þessu öllu þegar ég fann hana skilyrðislausa, þú veist. Já, einmitt. Af því að áður fyrir þá var ég þetta bara í business eins og allir, þú veist, að elskaði þá sem að glöddum og mér fannst skemmtilegir og svona og svo sem var ekkert illa við þá sem voru ekkert skemmtilegir en svona var ekkert að gefa þeim mikla ást eða svona, þú skilur. Já, þannig að það akkúrat þetta og ég ætla ekki að segja að það komi aldrei svona smá hnökrar í þetta, af því að ég vil auðvitað vera fullkomlega heiðarlegur, en allavega það þannig að mér líður alltaf vel
og ég tiltölulega fljótur að komast út úr vanlíðaninni miðað við það sem ég var. Það var mikið til unni. Já, alveg. Já, heldur betur. Já, þetta. Já, þetta var aldrei, það er búið að vera aldeilis mikið flæði hérna. Já, þetta nefnilega svo rosalega magnað ferðalag og ertu ekki sammála því Hrafnkatla að það mikilvægasta að byrja að elska sjálfa sig skilyrðislaust og elska allt. Já, allt sem kemur til þín, allt sem allt. Já, og það nefnilega þetta sko að annars lendur í þér sko, það alltaf að lokast. Já, akkurat. Og við getum sagt sko að það að lokast að gáttina. Já. Hún skellur aftur eins og ég myndum okkur sér hleri. Já. Og þetta rauninni þetta rauninni að gerast sko hérna. Alltaf yfir hjartastöðinni. Já. Þú veist, óttinn kemur inn. Já. Og við náum ekki að elska skilyrðislaust og þá skellur alltaf hlerin aftur. Það lokast. Já. En til að halda stöður og opni þá verður þeim eins og þú veist að segja elska allt sem að elska sjálf okkur fyrst og fremst. Til að geta elska allt þitt, byrja hér og elska allt sem við sjáum kemur til okkar. Já. Og raunverulega fyrirgefa sko. Það bara svona eitt í framhjólaupi af því að það svona kannski bara okkar leið að við viljum ekkert vera mikið að segja frá sjálfum okkur að mikið frekar svona tala almennt og málefnið en eitt eftir mér í hug svona smá dæmi að ég átti erfitt með að fyrirgefa mér ákveðið atburð og svo horfði ég á atburðinn, hvað get ég fundið gott við þetta? Jú, þessi atburð gerði mig að betri manni vegna þess að ég þekki sársaukann sem að fylgir í að framkvæma svona verknað. Þannig að við þurfum alltaf að læra alltaf reynslu. Ef ég hefði ekki hagað mér illa, að þá vissi ég ekki hvaða áhrif það hefur. Það sko að vera óheiðarlegur, gera öðrum illt og allt þetta, það veldur svo slæmri líðan. Þannig að þá læri ég að það alltaf betra fyrir mig og reyndar alla aðra því að við náttúrulega erum öll eitt og það sama að hafa hið góða ríkjandi og elska og hlúa að. Já, algjörlega. En mér langar að segja sko við koma svona þeim skilaboðum áleiðis að njóta þess að vera þarna að vesenast á brúnni. Já, njóta þess. Og þó þetta sé með krefjandi og allt það, þá þetta stórkostlegt ferðalag. Já, það það. Já. Og í rauninni hvert tilhlaup þarna að, þú veist, með hverju tilhlaupinu þá ertu nær því að ná að brjótast í gegn, þá að segja að halda stöður og opnum. Já, einmitt. Já, með hverju tilhlaupinu. Já, það nefnilega sko það sem að við gleymum alltaf, hamingjan, þú veist, við erum alltaf að leita að hamingjunni, sko, bara ákveða bara að vera hamingjan og af því að hamingjan innan með okkur öllum og við getum valið, þú veist, vil ég vera hamingjan, vil ég vera góður, vil ég vera leiðilegur eða svona, ég get þetta allt saman, en ég vel bara hamingjuna og það þýðir að þá næ ég betur sko að njóta ferðalagsins af því að það hægt að sjá fegurðina í ferðalaginu ef hún var ekki til staðar þá værum við ekki að koma hingað til jarðar. Það að læra þetta að hugsa hvert einasta augnablik sem fegurð að ég fæ að upplifa þessa reynslu og þetta mun bæta mig þegar ég upplifi þessar innri kvalir og sektarkennd þá það vegna þess að þetta að hreinsast
sannleikurinn að koma í ljós. Þú veist, þetta að hreinsast, umbreytast í ljós og það þessi fallegi dans og þetta verður stöðugt meiri fegurð. Þannig að sjáu þið brúna, gott að standa á brúnni, horfa yfir, horfa á ljósið, ganga eins að því, hugsa, á ég að fara alla leið, á ég að fara alla leið í gegn, hvað ætla ég að gera? Og þetta er gaman. Svo þið komið með ákveðin svona guidelines eða leiðavísi. Já. Að þegar þið komið þarna, kíkið inn í gáttina og þið fyllist óttanum, þá getið þið lítið á leiðavísin og hvað áttu að gera. Já. Já, nú sé ég það, stendur hérna, elska allt sem ég sé, elska allt sem ég sé. Einmitt. Þannig þið komið leiðavísi. Alveg rétt. Hérna. Alveg rétt. Og bara að muna, ok, þú veist, að þegar þið frjósið óttanu, þá er ofta erfitt að finna út úr hlutum. Einmitt, já. En þá þið með hérna, skrifa bara blað, elska allt sem sjáum, elska allt sem sjáum, skilyrðislaust. Já. Það komist þið áfram. Já. Þetta alveg rétt. Já. Það nefnilega sko, og það geta þetta allir. Já. Sko, þetta kemur bara ósjálfrátt. Við þurfum ekkert annað heldur en að vera. Við höldum alltaf að við þurfum að gera svo mikið til að ná þessu að elska. En sannleikurinn sá, ef við tökum burtu allar hulurnar, allar blekkingarnar sem að við tókum með okkur hingað til jarðar, hvað það sem að stendur eftir? Guð. Uppspretta alls sem það við í okkar innsta kjarna. Það svona að finna þetta, trúa þessu og vita þetta og þannig verður þetta létta. Algjörlega, já. Af því að trikkið að þó að maður viti þetta, að þá svona þarf maður að upplifa alla flóruna alltaf meðan að við erum hérna á jörðinni, af því að það tilgangurinn með þessu. Algjörlega. Og bara skemmtilegt uppi staðið og það bara líka gaman þegar það leiðilegt vegna þess að það alveg hægt að njóta þess, af því að það birtir alltaf upp. Og þá eru birtan miklu fallegri eftir dökkar stundir. Já. Yes. Viljum við bæta einhverju við? Er þetta gott einmitt í gegnum brotið? Jú, ég myndi alveg segja það að við þyrftum ekkert að segja neitt meira. Ég held að við höfum örugglega komið með svona kjarnan í þessu og fyrst og fremst snýst gegnumbrotið það að forðast ekkert og bara loka augunum, stökkva ofan í djúpulaugina, sökkva til botns og fljóta hægt og rólega upp aftur og finna tilfinninguna þegar að við náum andanum. Það akkurat þetta. Já. Ekki óttast neitt. Nei. Það ekkert óttast. Nei. Hefur þá bara kveðja. Já. Takk æðislega fyrir okkur í kvöld. Bara takk fyrir að hlusta á okkur og við hlökkum bara til næst. Af því við erum mjög þakklátt öllum þeim sem að hlusta. Jafnvel þó að það sé einn, þá skiptir það máli. Takk fyrir. Takk fyrir.